Góðan daginn, kæra áhorfendur, og verið velkomin til okkar á IA TV. Skant störra högg á milli hjá okkur. Hörkuleikur í meistaraflokki kvenna í lengjudeildinni í gær, þar sem að IA tapaði 2-4 fyrir Tindastóli í stórskemmtunum leik. En hér í dag framundan leikur Kára og Njarðvíkur í annari deildinni. Þriðja síðasta umferð. Og Örn Arnarsson heiti ég og ætla að segja eitt og annað hérna fyrir leik, en það sem ég einn hér, að þá mun ég fara á myndavélina og hafa hægt mig að öðru leyti, en reyna eftir bestu getu að skila þessu frá mér þó enginn sé lýsingin. Nú, þessi leikur næst síðasti, eins og ég segi, næst síðasti heimaleikur Kára. Spilaði hér gegn Njarðvík. Þessi lið hafa nú einungis mæst tvisvar áður. Það var fyrr í sumar í annari deildinni, þar sem að Njarðvík sigraði 2-0 í Suðursjó, og þar áður hafa þau mæst einu sinni í bikar. Það var árið 2016 þegar að Njarðvík sigraði Kára hér 2-1. Töluvert fótbolta í annari deildinni í dag. Það er heil umferð. 4 leikir hefjast núna klukkan 2. Fjarðabyggð Kórdrengir, sá leikur er hafinn, hann er hálfleikur. Staðan er 2-1 fyrir Kórdrengi í hálfleik, en síðan eru 3 leikir núna klukkan 2. Það er Kári Njarðvík, IR Selfoss, KF og Þróttur Vogum, og síðan klukkan 3 hefjast Dalvík Reynir gegn Haugum og Víðir gegn Völsungi. Hörkuleikur þar í fallslagnum. Við skoðum stöðuna í deildinni eins og hún horfum við okkur akkurat núna. Þá eru Kórdrengir að koma sér með þessum sigri. Ef þeir klára sig á þessum sigri hér í dag, þá eru þeir að koma sér í 46 stig í efsta sætinu. Ná sér þá í 6 stiga forskot á Þrótt Vogum og Selfoss, sem eru í öðru og þriðja sæti bæði lið með 40 stig. Njarðvík, sem er að spila hér í dag, eru ennþá í bullandi séns á að fara upp, eru hér í 4. sæti með 37 stig, 3 stigum á eftir Þrótti Vogum og Selfossi. Mætti lauma því hér að þeir eru með betri markatölu eins og staðan er núna heldur en Selfoss, þannig að mögulega geta þær komist, ef að úrslit eru á hagstað, geta þær allavega komist upp fyrir Selfoss í dag með sigri hér, og ef að Selfoss tapar sínu leik. Haukar eru síðan í 5. sæti með 33 stig, ekki í neinum þannig séð möguleika á að fara upp eða niður. Kári í 7. sæti eftir síðasta leik. Hér sigur gegn Fjarðabyggð í síðasta heimaleik með 25 stig eins og KF, en eru með talsvert betri markatölu heldur en Fjarðabyggðamenn. Fjarðabyggð er síðan í 8. sæti með 24. Þessi lið öll sömul bara í leiknum sjó og eru í rauninni bara veltaði fyrir sig hvernig þau raða sér upp í lok tímabils. IR-ingar síðan ekki alveg slopnir í 9. sæti með 19 stig, en Völsungur með 14 búin að vera að hífa sig upp úr fallsætunum núna í síðustu leikjum, og setja núna í 10. sæti með 14 stig. Þar fyrir neðan Víðir með 13 og Dalvík Reynir með 11 stig. Þannig að þessi deild, eins og ég hef margoft sagt áður, er sennilega svo áhugaverðasta á Íslandi, og það ár eftir ár eftir ár. Og allt galopið í báðum endum á þessari deild núna, og verður forvitnilegt að sjá hvernig hún þróast til loka. Ég ætla að renna yfir byrjunarliðin snöggvast. Hjá Kára í markinu er Dino Hodges nr. 31, aðri leikmennir nr. 4 Leo Ernir Reynisson, nr. 6 Guðfinnur Þór Leósson, nr. 7 er Andri Júlíusson fyrirliði, nr. 9 Elís Dofri G. Gylfason, nr. 10 Jón Vilhelm Ákason, nr. 11 Hilmar Halldórsson, nr. 13 Birgisteinn Ellingsen, nr. 19 Eggert Kári Karlsson, nr. 20 Mikael Rafn Helgason og nr. 21 Fylkir Jóhansson. Njarðvíkurmegin er Rúnar Gissurason í markinu nr. 1. Arnar Helgi Magnússon er nr. 5, nr. 6 er Bergsteinn Freyr Árnason, nr. 7 Stefán Birgir Jóhannesson, nr. 8 Kenneth Hogg, nr. 9 Atli Freyr Ottesen Pálsson, nr. 10 Bergþór Ingi Smárosson, nr. 13 er fyrirliðinn Mark McGosland, nr. 15 er Ari Már Andrésson, nr. 19 Tómas Óskarsson og nr. 21 er Ivan Prskalo. Varamannabekkirnir
þunnskipaður í dag hjá Káramönnum. Varamarkmaðurinn Marvin Darri Steinarsson, númer 1, síðan númer 3 Benedikt Valur Árnason, 16 Haraldur Sturlaugsson og númer 22 Marin og Hilmar Ásgeirsson og þjálfari Kára sem fyrr Gunnar Einarsson. Öllu þéttskipaðari varamannabekkur hjá Njarðvík, varamarkmaðurinn Hrannar Hlídal Þorvaldsson númer 12, síðan númer 11 Kristján Ólafsson, númer 14 Andri Gíslason, númer 16 Jökull Örn Ingólfsson, númer 23 Hlynur Magnússon, númer 25 Alexander Magnússon, númer 28 Atli Fannar Hauksson og þjálfari þeirra mækarinn Mikael Nikolásson. Já, 5 mínútur í leik og ég fer svona hvað á hverju að draga mig í hlé eins og mér þykja það nú leiðinlegt. Dómar í dag Kristinn Freyri Krabsson, aðstoðardómarar Ágúst Hjalti Tómasson og Björn Ingvar Guðbergsson. Við óskum þeim góðs gengis. Vonum að við fáum hér fjörugan leik eins og við fáum jafnan hjá Kára. En ég ætla að draga mig í hlé og færa mig yfir á myndavélina en þið njótið. Og hver veit nema mér takist að ná öllu því helsta eða allavega mörkum til þess að renna yfir aftur í hálfleik. En sjáum til, góða skemmtun, Kári Njarðvík eftir smástund.
Já, komið þið sæl aftur, Örn Arnarsson rétt að minna á sig hérna í hálfleiknum. Ég langa að renna í gegn mörkunum sem skoru voru hérna í fyrri hálfleik. Við sjáum markaskoran hérna á skjánum, Kenneth Hogg fyrst á 5. mínútu, sjáum það hérna. Afar slísalegt, Hilmar Haldursson og miskilningur milli hans og Dino Hodzic og ákaflega auðvelt fyrir Kenneth Hogg. Síðan jafnaði Birgir Steinn Ellingsen á 31. mínútu. Fínt skallið þarna hjá Eggerti Kára og sett hann á fjarstöngina. En síðan var það Ivan Prilskalo. Ég vona að ég sé að segja þetta ekkert óbúslega vitlaust, en fínn undirbúningur, flott sókn hjá Njarðvík. Virkilega vel gert í alla staði. Og þetta eru mörkin í þessum hálfleik hingað til. Og það styttist í að síðari hálfleikur hefjist og ég vona að þið fylgið okkur til enda, en ég kveð þangað til eftir leik. Það er aldrei að vita nema ég láti eitthvað í mér heyra og þakka fyrir mig á svona aftur. En endilega njótið.
Brandhæk.
Já, leiklokið hér í Akraneshöll, hörku leikur, mikil barátta og Káramenn gerðu hvað þeir gátu og fengu nú aldeilis færin til þess að jafna, ekki það að Njarðvík fekk nú aldeilis færin líka til þess að bæta við. En skemmtileg dagstund hér sem við áttum saman hérna á IATV og ég ætla mér að reyna að hafa til hérna það helsta. Og það tekur smástund og ég vonaði fyrirgefið mér það að það teki smástund hérna að við ætlum að reyna að rifja upp mörkin hérna rétt áður en við hættum. Það var ansi margt sem að Káramenn, ég held ég hafi talið allavega einhver 4 skipti sem að þeir óskuðu eftir að fá vítaspyrnu en fengu ekki eina einustu og við heyrum hérna ennþá að Káramenn eru að kvarta í dómurunum en það hefur náttúrulega ekkert upp á sig. Ég ætla nú svo sem ekki að vera sammála því sem að maður hefur heyrt hérna hjá sumum Kármönnum undir lokleiks heilt yfir alls ekki illa dæmdur leikur en erfiður leikur eflaust að dæma held ég að sé óhætt að segja en við skulum kíkja á þetta sem snöggvast. Fyrsta markið skoraði Kenneth Hogg eftir hræðileg mistök, svona sameiginleg mistök þeirra Dino Hodzic og Hilmars Halldórssonar eða misskilnings þeirra á milli en Birgir Steinn Ellingsen jafnaði metin með þessu marki hér. Fínn skalli hérna hjá Eggerti Kára, vann nú nokkra skallaboltana í dag. Nú síðan skoraði Ivan Priscalo á 48. mínútu eftir skemmtilegan samleik og síðan Kenneth Hogg bætti við 3. markinu fyrir Njarðvík, komst einn í gegn á orðin ansið þung sóknin, tókst í annari tilraun, gerir þetta algjörlega ótrúlega vel, næra læðunum í netið en Eggert Kári skoraði og minnkaði muninn fyrir Kára á 62. mínútu. Sjáum aðdragandann því hér. Þetta nú víst ekki Eggert Kári, þetta Guðfinnur Þór Leósson. Leiðréttum það. En það var síðan vítaspyrna sem fór forgörðum hér hjá Njarðvíkingum undir lokin. En þar við satt og skemmtilegu leik lokið hér, mikil barátta, mikið gaman eins og önnur deildin jafnan. En kannski allt í lagi að við rennum yfir stöðuna í leikjunum sem í gangi. 4 leikjum lokið í dag í annarri deild. Kórdrengir sigruðu Fjarðabyggð 6-1. Njarðvík sigraði Kára hér 3-2, Selfyssingar unnu ÍR 2-1 en Þróttur Vogum gerði jafntefli við Fjallabyggð fyrir norðan. Það þýðir að Selfyssingar komnir í annað sæti, Dalvík Reynir 1-1 og Völsungar gríðarlega mikilvægur sigur fyrir þá gegn Víði, ef að það er fyrir gefiði, það hálfleikur 2-0 fyrir Völsung í hálfleik, 1-1 hjá Dalvík Reynir og Haugum í hálfleik en gríðarlega mikilvæg stig hér. Völsungar geta slitið sig vel frá Víðismönnum með því að klára leikinn eins og hann stendur núna. En ég ætla að fara að segja þetta gott og taka saman. Minni á að á morgun hefst körfuknattleiks tímabilið hér hjá meistaraflokki karla í annarri deildinni. Þar sem þeir taka á móti Val B og við munum verða með þann leik í beinni útsendingu klukkan 3. Endilega kíkja á það. En töluvert í næsta fótboltaleik. Það held sé einn leikur eftir, það Kári Völsungur þann 17. október. En þangað til næst bið ég ykkur að fara varlega og njóta lífsins.
Takk fyrir mig í dag.